Segðu bara þar. Gjörðu svo vel, Stefanía. Takk. Komið sæl. Velkomin á þannig fund. Við erum komið 2 góða gesti sem við bara stendum okkur beitt í fyrsta dagskrálið sem leiðakerfi Strætó BS í hverfinu og velkomnar Sólrún og Valgerður. Ég vil bara kannski biðja ykkur að fara fyrst yfir og svo bara eftir innlegg þá koma spurningar. Það ekki fyrir samþykka því? Ok, þá bara gjörðu svo vel. Takk. Þá ætlum ég að deila með ykkur kynningunni. Já, þið sjáu glærurnar ekki? Jú, sjást. Já, síðast að Valgerður og Sólrún og ég ætla aðeins að fara yfir bara nýtt leiðanett og hvað það er og hvert ferlið er hingað til og svo er Sólrún að fara nánar á svæðið ykkar. Skýra þetta út fyrir ykkur. Það er einu sem heyr ekki. Það heyrst eitthvað illir núna. Það heyrst hátt í ráðan en það er svo sért mjútuð eða eitthvað. Ég veit ekki. Heyrst ekkert í mig. Eða bara lágt. Lágt, þú er að vera að tala svolítið skýrt og hátt. Já, já, heyrið þið eitthvað núna? Já, einhver með. Þess að nýtt leiðanett er heildstætt framtíðarskipulag almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Og við kjósum að líta á þetta sem svona aðalskipulag leiðakerfisins til ársins 2034. Svona þangað sem við stefnum til ársins 2034. Já. Og þetta er sem sagt tímalínan á nýju leiðanettinu og við komum fram með fyrstu hugmyndir árið 2019 og svo fórum við í samráð með almenningi og fórum í framhaldi af því á svona bestunarferli á leiðanettinu og það fórum yfir allar ábendingar sem koma inn frá fólki og svo hafa líka ráðgjafa fyrirtæki eins og Efla hafa verið að fara yfir tillögurnar okkar og svo eru búin að vera besta það eftir bestu getur og svo erum við búin að halda fundi með sveitarfélögum og vegagerðinni svona til að allir séu sammála leiðanettið eins og það er. Og við erum nýbúin að klára kynningar í ráðum sveitarfélaga og núna erum við að leggja lokahönd á svona lokadrög að fyrstu tillögum að nýju leiðanetti. Og við erum eftir að kynna þetta fyrir eigendum Strætó en þegar það er búið þá munum við fara að kynna þetta fyrir almenningi. Og í framhaldi af því verður einhver nánari útfærsla og svo er planið að verði komin loka tillaga að þessu aðalskipulagi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu núna í vor. Það fer svolítið eftir í hvenær við fáum fund með eigendum Strætó, svona hvort þetta muni dragast eitthvað á langinn. Og leiðanetti samastendur af stofnleiðum 8 stofnleiðum og borgarlínuleiðum og almennileiðum en stofnleiðirnar eru 8 og það eru leiðir sem verða að minnsta kosta tíma á annan tíma og mynda nethátíðni leiða. Hér sagði mynd af þessum stofnleiðum og það eru meðal annars leiðin sem mun fara í ykkar hverfi eins og gula en Sólrún fyrir nánar í það eftir. Úps, Valgerður, það heyrst eitthvað lítið þér aftur. Þú ætti að koma með eitthvað út úr, byrju? Ég sjá klæruna en þú ert komið rosa lágt hljóð. En þau tala mjög hátt. Já, það heyrum við þér. Stofnleiðirnar eru 8 og 6 af þessum stofnleiðum verða síðan borgarlínuleiðir. Nú komið gott voljum aftur, ok? Ok. Það munir sem sagt allar vera rafnar þessar 6 að borgarlínuleiðum árið 2034.
Og leiðir G og J verða stoppleiðir áfram en ekki borgarleiðir. Og hún heitir J leiðin sem að fer í ykkar hverfi. Og G var bláa leiðin sem var hérna, já, þarna. Já, kyrrið. Og þetta sem sagt er nýtt leiðanett í heild sinni og þessar feitu línur, það eru stoppleiðir og þessar mjóu eru almennar leiðir. Og það eru 12 almennar leiðir í nýju leiðingu. Sem eru þá aðeins minni tíðni fyrir stoppleiðina. En já, talandi bara núverandi kerfi í hverfinu, það er leið 18 sem eigur hérna frá Spönginni fram hjá Egilshöll og í hérna Ólafsdalinn og í Grafarholtið og áfram í Hálsahverfið, fer fram hjá Ártúni þar sem er góður skiptipunktur við margar leiðir, svo sem 5, 6, 15, 57, 12, 16 og 24. Svo er líka Spöngin annar skiptipunktur sem fólk kemst í aðra leiðir, 6, 7 og 24. Þannig hérna, það er svona 2 skiptipunktar sem svona þetta hverfi myndi kannski helst nýta sér. Svo heldur leiðin áfram, leiðin heldur áfram eftir Miklubraut og fer inn á hérna Bústaðaveginn og endar við Hlemm. En ef við kíkjum svo í nýtt leiðanett, þá eins og Valgerður kom á, þá hérna 2019 settum við fram fyrstu hugmyndir, þá settum við þetta fram, sem sagt að leið J, þessi appelsínuleið, myndi bara svona fara hjá Reynisvatnsásnum og hérna í gegnum Hálsahverfið, upp Bitruháls og í Ártúnsholtið, en eftir töluvert ábendingum þá hérna breyttist það aðeins. Við fengum líka ábendingar sko, hún endaði við BSI og fengum svolítið ábendingum að fólk fannst það ekki alveg nógu góður svona endastæður. Þannig að það var ákveðið að fara með leiðina þannig að hún endar við Hlemm og hún mun samt sko stoppa við Miklatól sem verður mjög nálægt Landspítalanum, þannig að fólk kemst alveg nálægt Landspítalanum. Svo kannski annað að nefna að hérna fólk fannst leiðin ekki svona í færi innan hverfis. Þannig að við gerðum svolítið púsluspil með leið M og J og blönduðum svona smá saman, þannig að það er kannski ekki alveg ofan í hver aðra, en svona flestir ná að fara í aðra hvora leiðina. Af því að það sem við erum líka búin að gera er að við erum í fyrstu hugmyndum, þá var leið J almenn leið, en núna erum við búin að svona uppfæra hana yfir í stoppleið. Það þýðir að sé meiri tíðni og betri þjónusta á leiðinni. Þannig að við erum að sjá þetta sem svona góð stoppleið í nýju leiðanetti, sem fer alveg Úlfarsdalinn og Grafarholtið og svo fengum við ábendingu líka frá eftir íbúaráðsfund sem við fórum 2020 eða 2019 að það var beðið okkur að hvort það væri hægt að skoða að fara með upp Hálsabrautina í staðinn fyrir Bitruháls til þess að ná að tengja sem sagt hverfið betur við Árbæinn þar sem er hverfismiðstöð. Og við gerðum nokkra breytingar líka á leið F þá í staðinn sem fer í gegnum Árbæinn, þess að tvinna þetta saman. Þetta er svolítið dómínóspil, maður breytir einni leið þá þarf maður oft að breyta annarri. Og þannig að urðum við þessu og fórum upp Hálsabrautina. En í staðinn fer sko leið F í Ártúnsholtið. Þannig að við förum ekki lengur í það, heldur förum beint Höfðabakkann og förum svo í Krossmörutól sem verður rosalega stór skiptipunktur og Vogabyggð sem verður líka stór skiptipunktur, þannig að það verður svona nýja Ártúnið fyrir það hverfi og förum hérna áfram Bústaðaveginn og endum á Hlemmi. Þannig að við teljum að þetta verður svolítið góð sterk leið sem kemur fólki hratt og örugglega yfir í Vogabyggð eða Krossmörutól þar sem hægt að skipta léttilega í aðrar góðar leiðir. Svo er það leið M sem fer svona milli Grafarholts og Grafarvogs og við sjáum að hún fer hérna í gegnum hverfið samt ekki alveg sömu leið og leið J. Eftir íbúaráðsfund þá hérna breyttu leiðinni svona eilítið til þess að komast til móts við íbúa af því að það var kvartað yfir að fólk á hverfinu kæmist ekki nógu nálægt Egilshöll af því áður höfðu byggt bara beint til vinstri upp þar sem Gullengi stendur. En til þess að svona verða við móts við þetta svo að krakkar gætu farið nær úr hjá Egilshöll þá stoppum við hjá stoppustöðin hjá Egilshöll en snúum við svona hjá Hringtorgi rétt hjá þannig að hann tekur svona pínu krók til þess að hérna farþegar komist nær Egilshöll úr hverfinu. Það var svona svolítið fyrirspurn frá því og svo fer það bara áfram hérna upp í Staðarhverfi eins og var nefnt áður. Þetta er svona helstu breytingarnar. Svo hérna líka einn breyting varðandi snúning af því að við vorum í erfiðleikum með að hvernig við ætlum að snúa leiðinni við af því að við viljum alltaf fara fram og tilbaka með leiðina og eftir samtal við Reykjavíkurborg þá var ákveðið að fara svona smá lykkju í lokin og snúa þannig við af því að það þótti ekki æskilegt að nýta hérna Hringtorgið
samkvæmt Reykjavíkurborg, þannig að þetta var svona lausnin, þannig að þið farin þá sem sagt sólarhringur í kring og svo áfram niður þegar maður er að snúa hérna við í gegnum hverfið. Og það náum við líka Dalskóla stoppistöð. En ef við sjáum svona leið, já, maður fara næstu að klæru. Ef við sjáum svona leið J í stóra samhenginu, að þá sjáum við náttúrulega að þetta fer svolítið þvert yfir allt kerfið og settum inn að rauða hring hjá Vogabyggð, að því að við sjáum að þar verður rosalega auðvelt að skipta bara í allar áttir. Við sjáum leið bláu leiðina sem er leið G, hún fer norður-suður, svo erum við sterkan vestur-austurátt og aðrar almennar leiðir sem fara svona hingað og þangað, þannig að þegar komin í Vogabyggð þá getur þú svolítið skipt bara eftir því hvert ferðin er heitið. Þannig þetta er svolítið svona, verður svona aðal skiptipunkturinn í rauninni í kerfinu og þá verður hverfið með frekar góðan aðgang að þessari skiptistöð með leið J sem verður þá stoppleið og það er leið sem verður að minnsta kosti tímundatíðni. En svo kannski líka eitt sem ég glemdi að nefna varðandi núverandi leiðarnet að leið 18. Hingað til hefur hún farið á hálftíma frest á sumrin en við náðum að leggja fram tillögu þannig að ef ekkert breytist þá fáum við að halda henni á 15 mínútna tíðni núna í sumar, þannig að núverandi leið, bara svona gaman að nefna það, já, okkur tókst það. En þetta er svona framtíðarsýn sem við sjáum fyrir okkur og þetta verður breytt í átt af þessu eftir því sem innviðir byggjast upp. Þannig að þegar fyrsta áfangi verður tilbúinn sem er frá Ártúnshöfða að Hlemmi og Hlemmi að Hamraborg, að þá svona breytum við átt af þessu þangað til þetta er svona loka takmarkið sem við svona stefnum. Þannig að þeir eftir hvernig framkvæmdum miðar áfram þegar og hvernig við breytum í átt af þessu. Þannig að ef við viljum gera breytingar þá viljum við breyta í átt af þessu aðalskipulag okkar. Og þetta er svona heildarmynd bara svona til þess að sum it up svona og það sem maður sér svona cirka hver leið fer og maður sér að þetta er svolítið svona heilstætt leiðarnet sem svona fer yfir flest allt höfuðborgarsvæði. En þá er svona okkar grófu atriði komin, þannig að við erum bara tilbúin í spurningar eða er einhverjar spurningar? Það er sjúklega áhugavert. Ég er allavega með nokkur spurningar. Ég bið bara fólk að gefa merki með hendinni eða skrifin í spjallið og þess að það er ekkert komið þá ætlum ég bara að ríða á vaðið. Það komu spurningar ástæðan fyrir ég sett inn beiðni að þetta er tekið fyrir, held ég að hafi verið ég var vegna þess að kom umræða þetta í hverfisgrúpunni Grafarholts, þar sem er talað þetta nýja skipulag og þá kom einhverjar umræður og þetta nýja skipulag, hvernig það var að vænta á, þeir eru búin að svara því. En þá var til dæmis spurning strætó í Bauhaus, er það samkvæmt nýja skipulaginu, myndi þetta tengist nýju leiðirnar Bauhaus? Nei, það tengist því miður ekki. Þetta er kannski ekki mjög fjölfarin áfangastaður og þá þarf leiðarinn að taka mjög mikið krók sem er mjög kostnaðsamt og myndi líklega spæta í vagni og við teljum ekki að það myndi svona svara kostnaði og króknum fyrir alla hina sem þurfti þá að fara í gegnum krókin alltaf. Og er engin strætó sem fer í Bauhaus eða? Í dag, en það er alltaf 15 stoppa við veginn sem er alltaf svolítið langt við Vesturlandsveg. Ok, ég er með aðra kannski að spyrja fyrir þá, bara fyrir mig líka, sko, þess að G og J og þá G sem er fyrir okkar hverfi, það er ekki eiginlega borgarlína en verður stoppleið. Hver er munurinn svona fyrir okkur sem er ekki alltaf í þessu, ekki með djúp í þessu? Já, að ég svara sem Valgerður, eða vilt þú? Já, bara. Okay. Borgarlínuleiðir eru leiðir sem eru að minnsta kosti að 50% í innviðum. Þannig að J nær ekki alveg að vera svona lengi, svo mikið í innviðum. Þannig að það er svona ein skilgreiningin, svo er kannski önnur skilgreining hvernig vagnirnir líta út og líka hversu mikil tíðni er. Þú veist, í varðandi borgarlínuleiðir, það er kannski oft talað kannski 7 til 10 mínútna tíðni. En í leið J og G erum við kannski meira að hugsa svona 10 mínútna tíðni sem er samt engu að síður bara mjög góð tíðni. Þannig að það er aðalega sko að hún er ekki að aka svona mikið í innviðum og kannski mun vagnin sjálfur ekkert breytast í átt að borgarlínuvagni en það verður góð þjónusta. Það verður svona hugsa sér upp á leið 1 og 6 í dag sem eru svona 10 mínútna tíðni leiðir og eru mjög vel nýttar í dag.
ekki eins mikið í innviðum, hvað þýðir það? Innviðir þessi sérrými sem þú ert ekki fastur þá í umferðinni sem í Já, rauninni sérakreinar, já, ég skil. sérakreinar og borgarlínan er í rauninni bara þessi innviðir og svo erum við að þræða línur þarna í gegn svo til að koma fólki frá A til B. Björn? Já, herðu, ég nú eiginlega bara forundast eitt. Nú náttúrulega fyrirhugað tölum við uppbygging, vonandi á næstu árum, svæði M22, svæði fyrir ofan Bauhaus, það skipulögð svona blöndubyggð. Fyrst þið eru nú svona með byrjuð að skipuleggja svolítið fram í tíman, hafið þið eitthvað svona sett þetta svona innan að borð hjá okkur, svona hvernig þetta geti passað inn í núverandi þetta framtíða skipulag hjá okkur? Sko við erum alltaf reglulega fundir með Reykjavíkurborg og þau hafa alveg nefnt hverfið svolítið norðarlega fyrir ofan og það samræmist alveg þar. Líka kosturinn við að vera ekki með svona hringi og svoleiðis, þá er létt að lengja hana ef það bætist eitthvað rosa mikið við. Eins og við gætum þá lengt jóð eða þá breyta aðeins ef það er að fara að breytast mjög mikið hverfið eftir hvernig þróunin verður. Þannig að við erum með það í svona bakhorninu að geta að sníka til ef skipulagið verður þess háttar að það þurfi. Og svo náttúrulega aðeins lengra en Bauhaus og það náttúrulega verið líka svo nýja kirkjugarður Reykjavíkurborgar, þannig að það þyrfti vantarlega vagn einhvers staðar þar í grennd, myndi ég halda. Það er nú kannski svolítið erfitt að hafa vagn þar, það þarf að sjá hvernig það hentar svona heildarkerfinu því að auðvitað vill maður að allir komist á alla staði með almenningssamgöngum en ef þetta er mikið krókur fyrir farþega þá gæti það verið verra fyrir hverfið ef fólk þarf að fara í gegnum það. Það er rosa dýrt að vera með sér leið, þannig við þurfum að sjá hvernig hann staðsettur hvort það sé að koma til móts við það. Og það er líka mögulegt að koma til móts við farþega með því bara að gera tengingarna betri, göngutengingar. Já. Það er alltaf að komast til og frá. Þetta er bara svona skjótu sinn bara, þetta sé svona upp á borðinu bara, þið vitið svona að þetta er eitthvað sem er að koma næstu árum. Mér minnir að því að við tala að þessi nýja tenging sé eitthvað að tengja betur við Árbæinn. Getum við séð hvað þetta fer inn í Árbæinn? Þetta er rétt hjá Orkuveitunni. Þá getur við farið út nálægt Orkuveitunni á veginum hjá Bæjarhálsi. Sem er þá nálægt heilsugæslunni og... Já, þá er ekkert svo langt að labba sem er aðeins lengra austur. Þannig að þetta er ekkert svo langt labb í staðan fyrir að hafa farið Bitruál sem þarf að koma töluvert lengra frá þessu. Það er svona þjónustunni. Já, þetta er innan göngufæris. Og er sem sagt Ártúnið með borgarlínu að bara hverfa eða? Er það náttúrspiltið eða? Eða bara Ártúnið sem er, þú veist, skiptistöðin í dag, þú veist, breytist hún þá í þarna hjá Vogabyggðinni? Já, og Krossmýratorgi. Hún er alltaf ekki mjög, kannski svona álitlega í dag, þetta er svolítið svona, ég myndi vilja að maður er öruggari og með þessu þá verður þetta mjög svona öruggari skiptingar og svona borgaralegra umhverfi, ekki svona við hraðbraut. Mýratorg, hvar verður það? Ég átti mikið alveg að því. Þarna svona inni miðri. Hvað er þetta? Inni miðri þannig byggðinni þannig sem húsgagnahallin er það sú þyrping. Já, þarna nýja byggðin sem verður þar. Já, skil. Ok. En þetta verður þetta er náttúrulega þangað sem við horfum 2034 og svo verður svona millibils ástand þannig að Ártúnið mun alveg lifa örugglega alveg þangað til 2034 einhver leyti. Það er einhver leiði mögulega sem þurfa að fara. Og svo líka eins og landsbyggðarleiðina þangað til að alveg leggur upp í Mosó verður tilbúin. En þannig að þessi breyting fyrir hverfið, þessi jóðleið verður ekki til fyrir Svo innviðir eru tilbúinir, þá getum við alveg byrjað að aka þá og þeir eru í svona einn af fyrstu lótunum þannig að við þurfum bara að sjá hvernig allt opnast í hvernig framkvæmdin vindur. Það fer svolítið eftir er kannski að tengingin frá Vogabyggð og upp á Krossmýratorg verði komin, eða þú verður að vera komin til þess að við förum þessa leið, annars munum við keyra Vesturlandsveginn. Og þá breytist 18 ekki, skiljið, þá verður ekki betri tengingu við Árbæinn fyrir þetta komið, eða hvað? Já, ég myndi að segja fyrir þegar Vogabyggða stöðinu komin, þá mun bætast verulega. Ég hugsa fyrir að Krossmýratorgi verður samt alveg góð skiptistu líka. Þá komist þið í borgarlínu B sem er einn fyrsta borgarlínan. Þá er strax komin svona tenging við borgarlínu fyrsta áfanga.
Við erum byrjuð að breyta leiðum í 8 nýju leiðanetti, eins og til dæmis í Hafnarfirði, þá var bara komið að mestu leyti leiðakerfi eins og myndi líta út, bara með meiri tíðni. Og í Grafarvogi erum við búin að breyta í 8, þannig að það er alveg mögulegt að við gætum tekið þessar breytingar eitthvað fyrr. Í samræmi við aðrar breytingar. Ok. Þá er þetta að skoða það. Það er enginn að gefa merki eða eitthvað sem vill. Nei, þá bara ætla ég að þakka ykkur fyrir. Þetta var mjög áhugavert og sé að þetta verður mikil bót fyrir okkur og ég er svolítið svona þakklátt og því að við vissi að borgarlínan væri ekki að koma í hverfið en hún er samt sem áður eiginlega að koma í hverfið. Þannig séð, eða svona það sem Já, það bara heitir ekki borgarlína. Nei, einmitt. Og þjónusta. En ég glemdi samt að nefna eitt, þið sjáu Bleikulínuna þarna. Hún skerst við leið M sem er fjólubláalínan. Já. Og þar erum við að vonast eftir að fá góðan skiptipunkt líka. Þannig að þú veist, það geti líka verið mögulegt fyrir Grafarholtið að komast í leið E sem er frá borgarlínu sem er bara inn í innviðum bara blúp, kemst fram hjá allir umferðinni. Já. Þú veist, þannig að við sjáum þessa skiptipunkta fyrir okkur fyrir hverfi. Og þetta er hjá ekki Keldnalandi eða? Jú, þetta er þar. Jú. Æðislegt. Já, þetta lítur alveg vel út. Spennandi. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Takk hérlega fyrir. Takk. Takk fyrir. Bless. Takk. Þá er það næsta mál á dagskrá. Staðsetning bensíndælu í Úlfarsárdal, ég sé nú að þetta er eða svona, hún er ekki í Úlfarsárdal og hvorki er tillaga að hún verði í Úlfarsárdal né er hún þar núna, en þetta er þetta Atlantsolíudælan sem við ræddum á síðasta fundi sem við ætlum að ræða aftur. Náttúrulega ein dæla með 2 stútum. Einmitt. Og við vorum ekki hrifin af þeirri staðsetningu sem umhverfis- og skipulagsráð var að leggja til. Þetta myndi þess að hún myndi færast frá Kristinbrautinni hjá Ingunnarskóla á bílastæðið við Þjóðhildarstíg eða hjá Krónunni og KC. Þannig að við vorum að hugsa hvort við ættum að bóka eða setja beiðni eða hvað Heimir hjálpar okkur kannski svona hvað það kallar? Þið gæti bókað eða bara sendt erindi á skipulags- og samgönguráð skipulags- og samgönguráð en það er svo sem kannski ekkert þið komið alveg vilja ykkar að framfæri með bókun þar sem þið óskið eftir að skipulags- og samgönguráð taki þetta til greina sko. Og erum við nógu mörg? Því að nú við erum 4. Já, ég meina það er bara ráðið í heilsinni, það er bara sem sagt bókunin bara lögð fram í nafni ráðsins ef að allir fundarmenn eru sammála það. Já, ég meina við erum ályktar að bæja. Já, ég ætla að þetta. Við erum 2, þannig að það dugar og síðan íbúasamtökin. Það eru 4. Það eru 4 nefndarmenn hérna. Já. Eða ráðsmenn. Hvernig var staðan á? Ætlaðir eitthvað að heyra í Pavel varðandi hvað þetta var langt gengið? Er þið búin að ákveða þetta? Það er ekki að breyta einhverju deiliskipulagi fyrir þetta? Ég ætla að nefndi við hann, ég spurði hann hvort það væri búið að ákveða og nú er ég að reyna að muna hvað hann sagði, eða þú veist þetta var allavega ég nefndi að við vorum að íhuga beiðni eða endurhugsun og það var bara það væri bara tekið vel í það. Eða þú veist að ég meina íbúaráðið komið með sinn hug
Þetta er vantarlega Atlantsolía, þeir eru vantarlega einhvað að taka þátt í þessu ákvörðun, þeir verða vantarlega sammála, svo þið færi sig myndi ég halda. Já, ég myndi halda það. Þú veist að þetta er náttúrulega, þetta eru 2 aðilar sem þurfa Akkurat. Þeir fara ekki bara að þeim í stað, þeim er sagt. Nei. Sko, þannig ég var að hugsa, hvort við ættum ef bókanir eru lesnar af umhverfis- og skipulagsráði að það sé eitthvað sem tengist þeim, er það þannig Heimir eða? Ef þið beinið ykkur orðum til skipulags- og samgönguráðs, svo sendi ég bókunna á ráðið. Skipulags- og samgönguráð, setjum að hafa þetta. Skipulags- og samgönguráð, já, það er rétt, en svo eru náttúrulega bókanir lagðar fram í borgarráði og fundagerði fyrir ekki og það er með bókanir líka, en ef þið ávarpið skipulags- og samgönguráði í ykkar bókun, þá kem ég henni þangað. Ok, sko bara hugmyndi mín er sem sagt íbúðaráð Grafarholts og Úlfarsadals beinir því til skipulags- og samgönguráðs að endurhugsa fyrirhugaðan flutning Atlantsolíu frá Kristnibraut á bílastæði við Þjóðhildarstíg. Með það fyrir augum að finna Atlantsolíu nýjan stað til að mynda á Vínlandsleið. Var það ekki tillagan þín, Björn? Jú, það var ein hugmynd, Já. jú, og svo reyndar hafa ég sett inn á íbúðasíðu, ef aðeins skjótinn. Það kom alveg þó nokkur svona mjög metnaðarfullar hugmyndir líka viðbót, var þetta svona endurbætur á hverfinu ef þið hafið séð það. Ég kannski bætti við spjallið okkar kannski á eftir bara fyrir teikningar og eitthvað, en ég held þetta voru margir mjög ánægðir bara við þetta væri svona fín redding og já, og myndi ekki loka á, já, þetta er svona þessi teikning, þetta væri svona ágætis redding, en svo líka spurning bara útfærsluna, hvernig, hvort þau myndu leyfa innakstur Vesturlandsveginu, þá var ég alveg bara að spá að minnka teppuna að ljósunum og fleira, eitthvað svoleiðis. Það er kannski svona stór. Já, þetta er svona hugmynd. En þeir ættu að sjá það sjálfur þegar þeir sjá hugmyndina við Vínlandsleið, þá gæti fundist þetta, eða bara einhverst, ég hugsaði bara eða kannski á plani bara hjá Húsasmiðjunni, kannski myndu þeir vilja fá þá sko. Gæti kannski verið meira business. Og allavega það er Vínlandsleið, er það ekki? Jú, held ég, það sé. Ég held það. Þannig að við erum kannski ekki að loka fyrir inni með að segja Vínlandsleið. En svo, já, það þarf ekki að vera eitthvað dýpra heldur en það Heimir. Heldur bara að leggja til að endurhugsa staðsetningu. Já, ef þið hafið eitthvað fastmótaðar hugmyndir, þá getið þið komið þeim á framfæri. Við erum með teiknalíkan. En ég held að þetta sé nú svona, þú veist. Það væri þetta að skjóta kannski inn þessari hugmynd, bara til að svo þá getið þeir kannski í framhaldinu rætt þetta og kannski sjá þeir kannski eitthvað meira útrúð sem við. Við erum náttúrulega kannski ekki sérfræðingur í svona götuskipulagi og því. Og þetta er svona einhver hugmynd sem að íbúar verðist vera þokkalega sáttu við. Ef ég ætti að ráðleggja ykkur, þá myndi ég kannski líka koma því að framfæri, þú veist, af hverju ykkur hugnast ekki núverandi sko hugmyndir? Já, sko ég var með texta sem var sko ljóstra bílastæði Þú dast örlítið út? Já, heyrðu í mér? Já. Já, núna. Ég er með svona draugateksta sem stendur á ljóstra bílastæði annar valla þeirri umferð sem er þar í dag og væri þykir ráðlagt að bæta bensínstöð þar við. Þannig ég get kópera hérna tillögutekstan fyrir ykkur að sjá. Bara diplóin bara svona það mætti jafnvel fagna því ef hún sé að fara frá Kristnibrautinni sko.
Já. Hvað segir þið? Já, spurning hvort það mætti að bæta við í upphafi kannski, fagna því að það sé verið að flytja mæluna frá og sé alveg bara frábært og aftur á móti viljum við endurhugsa fyrirhugaðan flutning þennan stað þarna hjá planinu. Ég var hérna svolítið að fagna því að færa. En ekki stefna borgarinnar að fækka bensínstöðum almennt, þannig að þarna er bara verið að leggja eina stöð niður og færa hana bara til. Já, sko, ég held að það Skilst það bensinstöðvar eiga eitthvað rétt líka, sko, eða sem sagt, eigendurnir eiga rétt á eiga þetta land eða eitthvað, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvernig það er, en hérna, þetta þarf að vera einhverjum samningum við. Já, það er kannski aðalega vegna þess að bensinstöðurinn er hérna við hliðan á skólunum og hefur verið svona svolítið þyrnir í augum þeirra skólamanna og sjálfsagt foreldra og fleirum. En ég meina, þetta bara lítur mjög vel út svona, en ég bara Við erum alltaf að fagna því, kannski. Já, það er flott að fagna því þessum breytingum. En Þetta hérna, Heimir, fyrir. já, nei, ég bara segi, þú veist, ég var bara að spá í hvort að því það er svo gaman að lesa allar þessar ábendingar sem koma frá íbúunum. Gætu við verið ákveðnari í að fá svör eða hvað Heimir reynslubúnd? Þetta er tekið fyrir þessi bókun. Já. Þarf að ávarpa með spurningu þannig að við séum að bíða eftir svörum eða hvort við setjum þetta bara inn í kosmosið. Það var eiginlega það sem ég var að spá í. Já, það verður það kannski, þú veist, ef það á að fara að krefja skipulags- og samgöngur eitthvað að svara, ég svo sem, sko, ég myndi þá halda að það verður það bara eitthvað kjörina fulltrúa að leita, afla svara við því hvernig tekið er. Þetta er þess að góð, já, við erum bara í ábendingunum núna og bara bókum og bendum á og vona að þetta tekið tillit til þess. Einmitt. Viltu, Heimir, kannski taka hana texta á varpbónum, getur það? Já. Þannig að ég bætti við og þá bara getur þetta ekki afstöðu. Er þetta ekki örugglega rétta útgáfan? Jú. Og hvað gerum við þá? Segjum við bara, er fólk samþykkt eða? Já, það er bara spurning hvort að allir fulltrúar í ráðinu séu tilbúnir til að sameinast þetta. Ef svo er, þá verður þetta bara bókur í nafni ráðsins. Og ég hefði bent á að hérna væri ekki ráðlegt frekar heldur en ráðlagt. Smáatriðin. Jú. Verður þið ekki ráðlegt að bæta bensínstöð þar við? Geturðu lagað það, Heimir? Ég er svo að velta fyrir mér, sko, ef þeir taka bara við þessu og svo bara, flott hugmynd og svo spurning, svo er þeir kannski með eitthvað ákveðið í huga. Ef við vildum kannski koma með þessu pælingum sem að íbúðirnar hafa svolítið verið svona hrifnar af þessari teikningu. Allavega umræðin væri komin að stað, svo þetta myndi ekki kannski bara alveg sofna þarna, hvort að einhver myndi þá geta tekið það umræðina þá við einhver á skipulagssvið, eins og til dæmis kjörnir fulltrúar eru þá að óska eftir svörum, þá getum við kannski kastað inn þessunni til þeirra og sjá bara hvernig þið finnst, eitthvað svoleiðis. Já. Þetta er bara Staðinn fyrir þess að vera að láta einhverja myndir fylgja með núna og allt svona, kannski óþarfi, þetta hafa þetta svona einfalt. Ég myndi, í þessum dúr þá myndi það væri hægt að bæta við setningu íbúðarfulltrúar að lýsa sig reiðubúna til samræði við fulltrúar skipulags- og samgönguráði eða umhverfis- og skipulagsins útfærslur eða eitthvað slíkt. Já, það er ekki bara flott að Þá erum við komið með aðeins meiri tenging og aðeins meira vægi. Geturðu bætti við, Heimir,
Já. Orðaði þetta svo skemmtilega. Vil ég hafa þetta ekki frekar en þetta? Nei, bara aðeins. Fínt Þú var bara. það bara, Þá er þetta bara opið. það þitt. Jú, Fyrir saman þig. Silja, Björn, Eyjólfur, Já, bara góð handaumfæðing á netinu. Ég ánægð með þetta, svona samt eins og handaumfæðing á að vera. Heyrðu, hérna, nú erum við komin í, þá er þessi liður frá. Og þá er það númer 3 sem er umhverfi og aðgengi við Reynisvatn. Og það hérna, þetta var rætt á síðasta fundi að taka það fyrir, þá benti Heimir á að þetta sem sagt, það er komið svar við því sem sagt, inn á undir íbúafundurinn sem var haldinn hjá okkur hérna íbúafundur borgarstjóra. Það sem var lögð fram spurning leirkenndan eða sem sagt bara stöðuna hann í kringum Reynisvatn, umhleypingana og annað. Og það er sem sagt búið að gefa svar við því. Þannig að það er stefnt að því að laga þetta sem sagt, eins og hægt er raunar bara eftir umhleypingana núna þegar veður batnar sem verður vonandi eftir fljótlega þá verður farið í að laga þetta. Og svo er verið að vinna heildarskipulagi hérna Austurheiða. Með tengingum þá þarna á milli. Og hvað þetta er flott að það sé svara skriflegast þeim fyrirspurn sem komi á voru bara það var þess að fyrir fundin voru sendar eitthvað sem sendur spurningar og þetta er það sem náðist held ég ekki að svara á fundinum eða eitthvað þannig. Ok, en smart samt að það sé ekki skil eftir. Já, mjög gott. En þá ég meina það er alltaf komið svar við þessu þannig að við þurfum ekki ég lít svo á við þurfum ekki að gera neitt meira við þetta eitthvað hefur andmælum. Nei, þetta er bara lýsandi svar við þeim vangaveltum, er það ekki? Ég myndi segja það sko. Þá bara lítum við svo á. Þá er það bara 4, málefni hverfisins. Við erum með eitthvað þar. Það er náttúrulega helst í hverfinu umræðan á íbúasíðunum þetta. Það snúist náttúrulega snjómokstur og eitthvað svoleiðis og sérstaklega það er eitthvað, ég veit ekki hvort það sé einhver hönnunarkall eða eitthvað, það kemur á mörkum það sem er upphitað og ekki. Það myndast rosalega svona klakabungar og það er svona spurning, þetta var kannski bara óvenju mikið núna í ár eða hvort þetta er eitthvað sem mun koma á næstu árum hvort þetta sé einhver hönnunarkall eða hvað, en þetta var alveg skilur það er valda tjón á bílum, svona bara venjulegum bílum að vera að keyra upp og niður þetta. Þetta var bara eins og, þetta var alveg töluvert. Ég er á Jeppling og suma götur þarna, ég treysti mig ekki að keyra þær sko. Íbúa götur sem bara fólk á venjulegu bílum þurftu að fara að tróðast í gegnum, þetta var svakalegt sko. Þannig að ég veit ekki hvort þetta verði eitthvað athugað í framhaldinu. Var það að meina hönnunargalla í upphitinu á götum? Já, ég er að setja rosalega áberandi mörgum stöðum það sem að einhvern veginn safnaðist klakinu upp, það kemur svona upphækkun einhvern veginn, það sem að upphitunin er og það einhvern veginn myndast rosalega svona
bara klakabunki sem var að gera það verkum að var að valda bara tjóni á bílum. Það var rosaleg hæð. Það var sýnt þarna, það var svona hálflítils kókflaska sko, hún var hérna lægri, þetta var alveg munaði þvílja sem sýndi bara fyrir bíl, svona smábíl að fara niður svona hengju, það bara getur verið tölvöld tjón. Já, akkurat. Það var í götunum minni, þetta var og þetta sem sagt annar veturinn sem ég bý við þessa götu, þetta var ekki svona í fyrra, þannig að þetta hefur náttúrulega verið svona einstaklega vondur vetur, þannig ég veit ekki hvort að Já, þannig að þetta hefur kannski, það var ekki galli, heldur þetta bara vetrarfærðin, þetta náttúrulega, það ekki? Já, nú þekki ég ekki sko, nú voru einhverjir svona vanir sem voru eitthvað sem, svona sögust ekki til eitthvað, voru vildi nú eitthvað tala þetta gæti nú hugsanlega verið eitthvað hönnunargalli, en ég get nú ekki fullyrt neitt það. Ég nú alveg velta fyrir mig hvort þetta eitthvað sem að borgin þyrfti kannski að skoða allavega, hvort þetta sé eitthvað skrítið þarna eða bara svo, þetta ekki eitthvað svona vandamál sem við þurfum að glíma við bara hverju ári. Pæling. Sé ekki að koma upp þegar við lendum aftur í svona, ef við lendum aftur í svona. Já, bara svona til getur það allavega að steimpla og sagt, þetta í góðu lagi, ef þetta kemur fyrir, þá skulum við reyna að vera fljótir og reyna að redda hlutunum. Þetta var svona eitt af umræðinu sem að átti sér stað. En viljum við senda inn einhverja fyrirspurn eða hvað hefur við að gera við þetta? Ef ég mætti skjóta inn í, sko, ég ætla nú ekki að vera þykist eitthvað sérfræðingur í þessu, sko, hvort það sé hönnunargalli eða ekki, en ég ímyndi mér að ef að þarna að myndast einhverjar ekstrím aðstæður, þar sem, sko, hitanum sleppir og myndast einhver svakalegur hvað kallar þetta hengju, að þá kannski sjálfsagt að senda bara á ábendingarveginn, bara við viljum vekja athygli á þessu. Allt aðstæður sem skapast í ljósi þess að hitamunar eða á hvaða orsökum það við viljum endilega benda ykkur á að fylgja sérstaklega með þessu, því að þetta náttúrulega, ég þekki nú ekki hvernig sko, hversu mörgum stöðum þessi sko upphitun en það mætti ef þetta nýlegt, þá mátti benda þeim á að vakta þetta eitthvað sérstaklega sko. Ég held þetta sé að þetta eru göturnar, allavega í minni götu til dæmis, þá er þetta gata sem númer 3 í röðinni í mokstri. Þú ert með upphitu götuna sem í forgangi, svo er hérna, þetta er eitthvað flokkast mokstri. Og þá er þetta svo sem sko dettur neðst og þegar koma svona dagar eftir dag þar sem þið ná aldrei fram úr fyrsta flokknum, þá held ég að þá kemur svo mikill bjór og svo frystir og svona og þegar það kemur að mokunni þá er eiginlega ekki hægt að moka, þá er þetta bara orðið að risastór, ég kalla þetta alltaf jökulinn sem þessum farið við, þetta var eiginlega, þetta var mikið hærri en gangstéttin sko, sem þú varst að keyra upp á venjulegum bíl, þetta er alveg skiljanlegt fyrir ástæðan, mér fannst ástæðan bara svona frekar skýr, það var þannig hluti sem var uppbyttaður og það er gata sem í fórgangi en gatan sleppir þarna, hún skiptist, þó þessi sama gatan, þá er hluti af henni fórgangur, hluti ekki. Ég skil ekki hvert ég er að fara. Ég veit að hjá mér þá er þetta þannig að það kemur svona brekka við Kristnibrautina og hún er uppbyttuð að hluta og svo tekur þetta bara við. Það virðist vera eins og þetta er árlegt. Þetta er árlegt svona alltaf, bara meira núna. En er það ekki bara ástæða til að senda inn ábendingu núna? Meðan það er að þinna, bara, það er eitthvað 2 myndir inn á síðunni, eða benda í á að... Það er búið að senda, þeir sendur náttúrulega inn alveg hellinga. Það er líka Kristnibrautin fyrir neðan tankana, hún er uppbyttuð að hluta og svo myndast náttúrulega mjög hættulegar aðstæður við, hvað heitir það, Sóltorgið. Þannig að
verður bara glæra sko þegar hitinn sem sagt hitinn á götunni og svo kuldinn af þarna við torgið og menn það eru reglulega verið að taka niður umferðarmerkin þarna. Þetta ég þekki þetta líka upp á Breiðholti, þú veist, þetta bara uppbytunin, svo kemur kuldinn, þú veist, þetta bara, getur verið... Þið getur líka bara, sko, þetta búið að vera viðvarandi melding núna síðan 14. mars, sjáum við hérna á vefnum. Já. Þetta bara, ég held að þetta sé mest megnis ástandi, ég allavega persónulega hef full því að það bara takmarka sem ég meina, þetta ekki bara í Reykjavík þar sem þetta vandamál hefur verið, sko. Þetta bara, höfuðborgarsvæðið hefur verið í vandræðum með þetta. Vorandi er þetta búið. Síðan ég þetta. Allavega fram á næsta vetur. Og þegar ég allavega man eftir þetta var ekki jafn slæmt í fyrra. En svo það var líka, þetta var ekki, mamma býr við Þorláksgeirslan, en þetta var ekki eins allavega hjá henni, þú veist, þetta voru ekki svona bútin, þú veist, þá það bara líka staðsetning hvað til að götunar hefur áhrif. Ég veit ekki hver ástæða. Blæs í skafla og eitthvað svoleiðis, hvernig það þjappast, þetta örugglega allt hefur áhrif á þetta. Einmitt. En ég veit ekki hvort það verður að gera eitthvað sérstakt í þessu, sko, en allt í lagi að nefna þetta við þá kjörnir fulltrúa og svo að koma kosningar og nefna þetta þar og svona. Forgangsmál í kosningum, eða ekki? Vandinn er að það er í maí og þá er bara hægt að hugsa snjó, sko. En já, eitthvað annað? Já, sko, eitt örlítið atriði sem ég mittist kannski á seinast, en þetta eru kannski eitthvað sem íbúðunum þurfa kannski, við erum að reyna að fylgjast með, það er svona myndað svona lítið stöðuvatn þarna eftir að áspennustrengurinn var settur hana niður sem ekki var áður, það getur vel verið að þessi einhvað tengist kannski bara stífluræsi eða eitthvað, ég er svona að reyna að fylgjast með þessu og kannski reyna að taka myndir og við erum þarna sem íbúðasamtökunum sem að reyna að fylgjast með þessu, sérstaklega eins og núna þessu mikið af sköflum, það getur líka verið að hafa áhrif á þetta en sem margir sem eru búin að vera benda á þetta, þannig að það bara eiginlega komið svo áfram þetta, en kannski ekkert sem að við getum svo sem gert endilega. Það byrja á því allan íbúðarnir sjálfur komið svo allan á framfæri. Það búið þetta ábendingavefinn eitthvað? Já, við veitum að fara að taka líka betur saman myndir af þessu til að sína og reynir bara að skilja sjálf eiginlega af hvað er að gerast núna. En annars bara kannski fyrir næsta fund, ef þetta er ekki ef þetta er ennþá svona, þá kannski alltaf að taka þetta fyrir. Kannski núna einmitt í leysingunum, þá var að vonast eftir að myndi maður taka betur eftir þessu, þetta var eins og segi. Já. Hvað þetta stöðuvatn, hvað þetta sé stórt og líka bara hvað þetta sé stórt vandamál. Ég veit ekki, ég hef nú ekki rölt hana lengi, kannski bara 2 stíflur ræsi eða eitthvað sem það laga. Já. Ok. Það fleiraður nú ekki, þetta er nú svona helsta á grúpunni, nema ekkert svona tildikettir og það var ég getur bara svo lítið gert í því. Það held ég, það er eitthvað eitthvað að ganga hurðar og tjekka hvort það sé ólæst. Já, einmitt, það er náttúrulega ekki gott að vera að ræna gaskútum að grillum núna, ég veit ekki hvað menn er að fara að grilla núna í hríðinni. Maður lætur stoppa sig. Já, það spurning eitt hérna líka, við vorum eitthvað í spjalla hana beint við að fá hana kynningu varðandi verslunarhúsnæði, þannig að þetta er nú eitthvað að skýrast. Ég var nú búin að senda eitthvað það og man ég ekki hvort svarið var heimil. Já, við vorum að stefna á því að reyna að taka það inn á aprílfundi. Já, alveg rétt. Ákvaðum að hleypa strætó núna. Fyrst að ég kom með orðið hérna, þá er það Kjartan Kjartansson. Hann er að kommenta við streymið. Hann segir þessi klakabungar hafa komið undanfarin ár en voru ekstra slæmir í ár. Þá bendur hann líka
á að það sé eins og hita vanti í gangstétt við Skyggnisbraut 26 og bætir við einhver talaði með hugsanlega þyrfti bara að skrúfa frá vatninu í lögn. Það gæti verið. Svo talar líka, þar eru svo niðurgrafnir inngangar og flætt hefur inn í stigagang og ræsi í gangstéttum á lóð borgarinnar. Einhverju lóð, ekki tekið fram hvaða lóð. Nei, það er eins og hann sé að vísa til Skyggnisbraut 26 ef ég ætti að reyna svona skilja þetta. Allavega leggja til við hann Kjartan, ef hann er að horfa, að setja þetta inn á ábendingavefinn. Er það ekki á reykjavík.is? Kannski er það þá fyrir maífundin okkar eitthvað, þá mér langi ekki til að tala um snjómokstur, kannski þá, en við ætlum alltaf að hafa í huga næsta fundi hvort að það sé eitthvað sem við ættum að skoða. En þá held ég að við ljúkum þessum hlutafundar, er það ekki? Heimir? Jú, ég ætla bara, ég byrja að svara nú Kjartani hérna í streyminu, ég mér bara áður ég lokaði, afsakið. Allt í góðu. Allt í góðu. Fallegt að maður heyri svona í öndunum við kennina. Já, Smá svona karkir í óm. Já, svona smá ómur. Ég ætti ekki hús andana. Já, ekki.